þetta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og það þjóðhátíðar þáttur FM 95 Blöð. Við erum í beinni útsendingu frá Vestmannaeyjum og ekki bara frá Vestmannaeyjum heldur frá 900 grillhús og hér beint á mótinu sitja Egill Einarsson, hann sennilega kallaði DJ Muscleboy hérna á eyjunu núna og Blautur Junior, en hann kallaði í Vestmannaeyjum, eða Steindi Junior, verið velkomnir. Sætlerti. Blautur Junior. Sætlerti. Er það út af elskar áfengi? Nei, ég segja að Leif og Blöð byrja að kalla mig Blautan Jún í þættinum. Það fólk farið að öskra þetta á eftirminnir í bæ. Já. Blauti Jún. Heldur mér finnst ekki líka ógeðslega gaman þegar ég að sækja pizza á Dominos og það stendur blöðpúp á pöntuninni. Þannig að fólk er að reyna að vera að fyndið. Ég er alveg til að taka Blautur Junior frekar blöðpúp. Það var að vera ættarskömm sko. Það meistari bjótið namni blöðpúp. Ég veit ekki, það var einhver í spurt og svara hefur það ekki. Einhver hrikalega fyndið. Það er náttúrulega þessi bréf koma frá aðdáendum. Já, frá fólki út í bæ. Þannig að það er ekki þú sem sendir þetta nafn. Og ég er með góðar fréttir Þú skrifar þetta ekki sjálfur sér. Blöndal, og fyrir þig Steindi, og þeir eru vinir mínir. Hérna, það verður spurt og svarað í dag. Það er spurt og svarað í dag? Já. Ok. Þannig að fólk hefur verið að senda þér einhverja pósta svona fyrir þjóðhátíð? Já, ég er bara búið að rigna inn. Glæsilegt, en það verður frábær þáttur hjá okkur í dag. Kæru hlustundur, ég vona að séu allir komnir í gírinn. Verslunarmannahelgin er hafin, við verðum svona, með þjóðhátíðarstemmingu, það verður að viðurkennast. Við náttúrulega erum í beinni frá Eyjum, þannig að... Sko, það er 20. hitti hérna úti. Þetta er bara rugg. 25. Við erum að tala um að það er fólk í hlýrabólum. Það er ekki alltaf íkja. Sko, menn er orðið Segðu bara sólbrændir. satt. Það er 25. hitti? Nei, það eru svona 16 Sko, ég líka aldrei. Nei. Það fólk er orðið sólbrænt. Já. Og menn eru bara á stuðbuxum, fólk er bert á ofan, þetta er, sko, það er allt í standi hérna, sko. Ég held að sé ekkert betra heldur en þjóðhátíð í Eyjum í svona veðri. Þá er ég að tala um, sko, Ekki neitt, sko. ég var frekar til að vera hér heldur en í Miami, eða á Miami. Sko, blöð. En í kasínó, þú er frekar vel að vera hér heldur en í kasínó. Í 20. hitta? Já. Hvað heldur ég sé? Heldur ég væri til að vera að velta bara um kasínó? Steindi, Auðun Blöndal er ekki jafn mikið spilafíkl og var fyrir 5-6 árum síðan. Nei. Þannig að hættu að ía því. Það sem ég er að segja á því, Steindi, fyrir mig að útskýra fyrir þér, City Boy, sko, ég hef jammað allstað. Big City Boy. Ég hef jammað í Miami og Vegas og LA og allt það. Ég er að segja á þig, Steindi, að jammið í Eyjum er ótrúlegt. Ég veit ekki alveg við hvernig þú ert að tala. Við vorum saman að jamma í Atlantic City fyrir svona árum. Þú hefur aldrei jammað eins og geðsæðum. En segðu okkur núna Egilsson í byrjun þáttar, það var húkaraball í gær, hvernig gekk? Ég veit að þú myndir segja að þetta væri besta ball allra tíma þó að það komið 3 hræður. Ég veit ekki hvernig gekk, ég veit ekki, ég var að heyra í þjóðtænenda á, þetta er best sóta húkaraball frá upphæði, ég veit ekki betur. Já, það er ekki verra. Við erum að vera 3 fertugi menn upp á sviðið. Þeir það ekki bara Egill Einarsson, heldur Ívar Guðmundsson búinn að rífa svo róna með. Þvílíkur meistar sem 3 gamlir kallar upp á sviðið að spila ykkur partilög. Þeir eru 16 ára krakka. Steindi. Hvað er að gerast þetta? Spæja að mæta bara í dalinu og byrja, hvað er pappa að gera að bera ofan upp á sviði? Steindi. Þetta er húkaraballið maður. Steindi, þetta er eitthvað mesta wake-up call sem þú hefur fengið. Ok, þú tekur 25 ára gamall. Spik. Nei, Steindi. Ég er 29 ára. Hann er 29 ára líka. Ok, 29 ára gamall. Spik. Feitur. Hörru, Ævar Gudmundsson mætir upp á sviðið hann er fættur 1966. Reynda góða punktur. Hörru, hann mætir upp á svið. Hann er 73 ára gamall. Ívar Guðmunds er eldgamall. Hann er fættur 1966. Hvað er hann gamall? Hann er 40. Steindi, þú ert spik. Herru, veitu hvað? Feitur. Og djögóðu vinnu minn. En málið er í Ævar Gudmundsson mætir upp á sviðið gær, rífur svo ofan og dansaði með Muscleboy. Það var gaman að sjá því að gera það. Ég leiði mig þannig blað að ég fæ mér 3 ári viku strákar. Við erum að tala 3 ári viku fæ ég mér eðlu og þá setja ég það inn í opn. Við erum að tala um rjómaost, salsa, pizzaost, Doritos. Ég fæ stundum Ívar Guðmunds sem fæ sér kálus. Það var bara ein eðlari svefnin. Ívar Guðmunds, hann downloada mynd og fæ sér kálus. En við ætlum ekki bara að ræða um Ívar Guðmunds og eðlur hér í dag. Við Steindi fórum í gærkvöld og hringdum í nokkra Vestmannaeyinga, fólk sem býr hér í Vestmannaeyjum og létum eins og við værum fjarskyldir frændur og vorum að biðja um að fá gist í garðinu hjá helgina. Það er alltaf svoleiðis. Já. Alltaf svoleiðis á þjóðhátíð. Því að fólk eigið með svo gott. Já, þú ert alltaf hringjandi í ykkur ættingja sem verður aldrei hitt eða heyrt í áður til þess að fá gist út í garði. Ég er að koma helgina. Ég ætla að koma helgina. Þið heyrið það hér á eftir, það var enginn til að fá þessa frændur í garðin. Svo erum við með sturlaðar staðreyndir, það er spurt og svarað, það er stuðlagið, við ætlum í sannleikann eða kontor og ég veit ekki hvað og hvað. Það verður veisla í allan dag og ég held að sé bara við hæfa að byrja þetta á flottasta lagi heimi.
Þetta ekki þjóðhátíðarlag, en mikið ofboðslega. Lagið þeirra hlusta hér á þjóðhátíðarþátt FM 95 Blöð. Við erum í beinni útsendingu frá grillhúsi, 900 grillhús í Vestmannaeyjum. Sitjum hérna 2 harðir og 1 mjúkur. Blöndal Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steindórsson. Akkurat. Í fantafíling og það er komið að slúðri. Já. Og það vil svo skemmtilega til að slúðrið er íslenskt í dag. Það er rosalega margir sem vilja íslenskt slúður. Ég elska það. Já, þú vilt frekar íslenskt slúður. Já, vilja allir frekar. Ég er búinn að væli auðvitað í marga mánuði íslenskt slúður. En það er bara málið að þú veist, það er ekkert alltaf að gerast eitthvað. Nei, en við fórum á stúfana núna, því við vissum við værum í beinni frá Eyjum og... Við grófum upp slúður. Já, og við fórum að tala við fólk sem þekki fólk og við erum konum með gott slúður nokkra þekkta Íslendinga. Og Steindi, þú fórst á stúfana og þú ert með eitthvað handa okkur hérna. Sko, ég fekk þetta sent hérna, þetta er trúnaðarmál. Já, þetta er eitthvað tölvupóstur, Facebook. Já. En þetta er sem sagt Árni Jónsson og Ingo Veðurguð. Og þetta eru félagi mínir, þeir báðir. Þekkir að báða. Þannig að mér finnst þetta leiðilegt, en ég ætla að lesa þetta upp. En Árni er sem sagt að senda Ingo hatuspóst á Facebook. Já, ok, leiðilegt. Þetta er bara, þetta gerist í alvörinu talað og sko, messageið, fyrirsögnin er Ingo Tittur. Já, sem að Árni Jónsson sendur á Ingo. Djöfull er ég ánægð með King Árni Jónsson. Hann er rosalega líkur meistar. Þetta eru leiðindi samt. Ok, ég ætla að lesa bara póstum fyrir. Já, lestu þetta. Þetta er Árni sem er að skrifa Ingo. Afskaplega finnst mér leiðilegt Ingo minn hvernig þú stakst mig í bakið. Punktur. Já, þetta er út af brekkusöngum. Þetta er brekkusöngum? Já. Þú ert ekkert nema aumingi og tittur og þú ert miklaður að innan. Úff. Ekki er ég að krassa þig og þín sveitaböll rækjaðinn. Þetta er svolítið gróft fyrst mér. Ég mun banka því í Eyjum, punktur. Þetta klárast bréfið, svo kemur PS. Þetta Bahamalag er ekki að fara að bjarga þér út úr þessu. Punktur, punk. Hann hendur í punk í lokin. Líkur meist Árni King. Árni Jónsson. Þetta er samt svona, ég veit ekki, mér finnst þetta að vera svolítið úr karakter. Já, þetta er að, ég held að Árni væri svo rólegur og góður, sko. Já. En auðvitað er leiðilegt, hann er búinn að stjórna brekkusöngnum. Já, einhver 20 ár. Já, og allt í raun kemur bara einhver með þykkt flott hár frá Selfossi. Það kemur einhver gæi frá Selfossi. Það heitir Ingo Veðurguð og segir við Árni, drullaður heim, ég tek við. Þetta er bara þinn tíma komin. Hversu þreytandi er það fyrir Árni? Sko, málega er Árni núna komin held ég útlíf. Ég held að hann sé að fara að taka brekkusöngið þar í kvöld. En það er eitt sem við verðum að rósa samt þjóðhátíðarnefnd fyrir. Ingo Veðurguð tekur við hérna brekkusöngnum, séru veðrið úti. Hann nefnir ekki að hafa rigningu þegar hann er að spila. The weatherman. Það ringi í hann og segi þetta, já. Svo er það næsta slúður sem kom mér gríðalega óvart. Það er að minni Jóhannu Guðrúni, en hún er að flytja aftur til landsins, Jóhanna Guðrún. Hún er búin að búa út í Noregi. Hvernig var lægi aftur hana sem nefnum við öðru í hana? Is it true? Is it over? Já, nema það að hún er að koma frá Noregi og er tekin í tollunum með $60 á munntóbaki. Og ekki bara munntóbaki. Þetta er út allt núna. Hún tekur rosalega vöruna. Þetta var einn á deva.is. Hún er tekið með $60 af Katz, svona licorice Katz. Nú tekur þú í vöruna. Er það sterkasta sem verði? Er þetta prins reykingamannuna? Nei, þetta er svona... Er þetta Kamel filtislaus? En hún segir hérna sko í einhverju smá viðtali, þetta var bara fyrir mig, bannað að dæma, hún svona byrjaði að taka í vöruna greinlega í Noregi. Á ég að segja ykkur strákar, til að segja ykkur það, þeir eru vinir mínir, hvenar Jóhanna Guðrún breakthroughaði frá því að vera bara venjuleg tónlistarmanneskja, frá því að vera superstar. Því að King Valli Sport, Valgeir að Tippar, tók hann að sér og hann sagði við hann bara, herri Jóhanna, þú ert ekki Jóhanna lengur, allt niður þig. Þú heitir Jóhanna með Ussulóni, Jóhanna, Jóhanna. Málið er, Valli Sport, hann bara uppgötvaði hana á ný, King Valli Sport. Var það honum að þakka líka að Siggi Hlöður að fara að byrja í sjónvarpáttur? Já, en það er allavega honum að þakka Mercedes Club var upp á sitt besta á sínu tíma og hann fór ekkert smá vel með það verkefni. Algjörlega. Herru, það er síðasta slúrinu og það er vin okkar allra Valtý Björn. Ég veit að þið eru góðinni. Ég elska Valtarann. Eitt lofaði reynu, Steinþór Hróar, að það er eitthvað neikvæmt Valtarann í þessu slúri hjá þér. Það er ekki svo ég sé að skrifa þetta. Það er það sem við heist hefur er að Valtý Björn hann er mikill Gosling aðdáandi, Ryan Gosling aðdáandi. Hann fór á Austurundagina þegar hann heyrði að Gosling og fylgdarlið hans væri að fá sér þar. Að sjálfsögðu. Og ég meina, menn dæma hann ekki til það. Hann langar bara aðeins að taka hendina hann, ég vil að fá hennar mynd. Og það er nákvæmlega sem hann vildi. Hann vildi fá mynd. En hann fekk ekki mynd. Nei, þú lífið því. Ég líði því ekki, hann fekk ekki mynd. Gosling var með eitthvað að stæla þetta og bara hann fær ekki mynd og hann fekk engin mynd.
En Valtý Björn, það fyrir rosalega töðunar á honum og hann eldir Gosling allt kvöldið. Út á dansskólu, hann eldir hann allt kvöldið. Þannig að Valtý Björn var að elda Ryan Gosling allan bæinn. Allt kvöldið og kallar hann ekki bara Ryan Gosling, hann kallar hann Ryan Gremlings. Oi. Ryan Gremlings, það er þetta vel gert. Það er ágætt hjá honum, ég fíla það reyndar. Valtý lætur ekki Valtý yfir sig. En samt, þetta endar illa af því að hann eldir hann síðan alveg upp á hótel og í lobbyinu er að snúa niður á fylgdarliðinu og er farin úr axlalið. Þetta er Valtý Björn í hnotskurn. Þetta var slúður. Og valtar hann úr axlalið? Hann er úr axlalið. Hann er í handlam, hann er svo Nanna í Dracula Greifi. En það kemur ekkert óvart, Valtý Björn, King Valtý, hann er það mikill kongur, það kemur ekkert óvart að hann myndi taka bara Mel Gibson og negla sér í lið sjálfur. Sérstaklega hann tekur Mel Gibson í Payback. Hann lemur öxlinn í vegginn og þannig setur hann sig í lið. Hversu góð atriði voru það alltaf þegar hann var að henda sér í lið aftur Mel Gibson? Það er svona bíómyndir, mér finnst alltaf skemmtilegustu bíómyndar þegar svona einn á móti öllum, svona Man of Fire, Leon, Payback, þegar svona einn á Steven Seagal-myndirnar. Og Commando. Við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar og svo ætlum við að leyfa ykkur heyra þegar við vorum að hringja í fólk í Vestmannum í gær við Steindi Lát eins og við værum fjarskyldir frændur og vildum fá að gista í garðinu hjá þeim, ekki missa því. En fyrst auglýsingar. Farðu í Þallífarstögg, synd út í Viðey, klifraðu upp á Hvannadalshnjúk, notaðu orkuna. Euroshopper, alvöru orkudrykkur. Fyrir 10 GB getur þú hlustað 4980 sinnum á Lífið er yndislegt, sjáðu. Engar áhyggjur á 500 krónur. Tal. Nammiland, 50% afsláttur til mánudags. Hagkaup, ein ferð, betra verð. Er ekki kominn tími á eina kalda? Súkkulaðimjólk frá MS. Túborg kynnir Innibúkinn 2013 á Factory verslunarmannahelgina. Botleðja, Stílord, Geiri Sæm, Valdimar, Agent Fresco og margir fleiri. Miðasala á miði.is. Fartölvu hasar í Elko. Endalaust úrval fartölvum á Elko-verði. Elko, einfallega lægra verð. Epli, Laugavík og Smáralind. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. Milljónir, milljónir. Ó já, það er gott að bú í Lottólandi. Lifðu þér smá lottó. Herra Hafnarfjörður, verslunarmannahelgafötin eru komin. Mundu 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. Orkan. Ekkert babb í bátinn minn takk. Bara brakandi ferskleika. Hlollabátar, ávallt ferskir. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM. Við erum hér á FM 95 Blö og ekki bara FM 95 Blö heldur þjóðhátíðarþátt FM 95 Blö hér á FM 957. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Gilsinn með ykkur til 6 í dag en það er hins vegar komið núna svona smá, komið tíma á smá símarhekk. Já, algjörlega og sko það sem ég finnst alltaf skemmtilegast við fólk sem er að fara á þjóðhátíð að það, þú veist, það nennir enginn að gista í dalnum og það er alltaf allir að bölva því og svoleiðis. Þannig þú reynir að finna þig garð. Já, og það er náttúrulega sko, það er æðislegt fólk sem býr í Vestmannum. Já, og þau eru yfirleitt til í allt. Já. En það er svolítið astalegt að hringja í, sko, þóttu sért með þess að skildumanniskinni. Það er astalegt að þú átt langömmu sem átti systir og hún átti frænku og þetta fólk er einhvern veginn komið að þeim. Það er svolítið langsótt og furðulegt, en fólk er að hringja og fólk er að nýta sér alla svona tengingar
Já, og það er það sem við ætlum að gera hér í þessum hrekk. Við ætlum að hringja í eitthvað fólk sem býr hérna í Vestmannum, láta eins og við séum, já, bara fjarskildir. Já, einhvern veginn skildir. Já, og bettlum að fá að fara í garðin eða jafnvel bara hvort þið eigi herbyggi, fá smá heimagistingu. Já, herru, auðvitað, við byrjum á því. Byrjum á því að fara að gista inn í húsinu. Já, svo bara, ef það er ekki hægt, þá fyrir við í garðin. Hvort viltu, á ég að byrja, þú byrja? Ég skal byrja. Þú byrjar, herru, þá förum við í hérna, hringjum við í einhvern í Vestmannum. Okay. Já, halló? Já, Unsa? Ha? Unsa? Já. Er þetta ekki Unnur? Jú. Baldursjó? Þetta er Unnur Baldursjó? Já, hvað segir þá? Hæ, þetta er Anton Smári hérna, frendiðinn. Anton Smári? Yes, sir. Ég er sonu Bitti og Þrastar. Ha? Ég er sonu Bitti og Þrastar, Battabatt, Gulla og Helgu. Finnur er langaði minn. Ha? Við erum fjarskild, sko. Er hver langaði þinn? Hann er Finnur. Við erum fjarskild, sko. Erum við fjarskild? Já. En ég er nú frændiðinn samt, Unsa. Ekki svo ég viti. Nei, ég er nú heyrt einhverja sögur að þið líka, ha? Já, heyrðu. Nú er maður bara að fara að skella svo á þjóðatíð. Já. Og er ekki alltaf að vera klárt, jú? Það vonandi. Það ekki? Jú. Og hvernig er það, ert þú með eitthvað auka plássi á þér svona fyrir litla frænda? Nei, ekki neitt. Nei, hann okkur? Nei. Því miður. Ok, en í hvernig hús ertu? Ég? Já. Í hvernig húsi? Ertu í stóru húsi, já? Ég er bara þokkarlega húsi, en ég hef ekkert pláss fyrir þetta. Ég er ekki fara á þjóðatíð. Nú, Unsa, hvernig lætur þú, frænka? Vel lætur, bara svo. Nei, ég er að stríða þér. Heyrðu, en hvað, er ekki hægt að fara vinsang á gólfinu? Jú. Ha? Er ekki hægt að vera vinsang? Nei, ég leifi ekki svoleiðis. Nú. Það er bara þannig. En hvað, ekki eins og við frænda? Nei. Ok, en bara upp í sófa? Ekki leifi ekki neinum. Ok. Herðu, ok. Unsa, ég var að spá í hennu. Þetta er bara ég og Nonni, frændi minn. Unsa, skelltum á mig. Það er ekki að grína. Hún vildi ekki fá þig. Sko, þú áttir eftir að henda, herðu. Ringd aftur í hann núna og segðu, herðu, Unnur, og ekki segja Unsa, verður hún alveg kurtið, bara Unnur, það skelltist á. Herðu, ég var að tala þetta um Nonna besta vinnin. Við erum alveg til að vera í garðinum. Ok, hún var ekki sátt við þetta. Það hefur einhver reynd þetta áður á hana. Hún er alveg, hún er búin að loka á allt svona. Halló. Já, halló. Halló. Já, er Unnur við? Ég heyri bara voðalega lágt hér. Nú, er ekki sjónvarpið svolítið hátt hjá þér eða ekki? Hæ? Er ekki sjónvarpið svolítið hátt hjá þér? Nei. Hérna, er Unnur við? Hvað er við? Er Unnur við? Nei. Nú, ok, ég var nú bara að tala við hennar rétt á hann. Já, hún var bara að fara út. Já, ok, þetta er frændina, þetta er Anton Smári. Ég kannast ekki við þið. Við mig? Nei. Bitti og Kalli eru foreldrar mínir og ég er barnabarn Hannesar og Gullu. Finnur er langaði minn. Ég veit ekki hvað fólk er. Þú ert að taka eitthvað mannafil. Nei, ég er alveg ég er ekki náskildur kannski, en ég er fjarskildur Unsu, sko. Ég held að þetta taka eitthvað mannafil samt. Nei, ég með held líka góðum djús í sögum, ég með held líka djús í sögum ömmina með þess að. Það sem ég var að hugsa, ég var að tala við Nonna, besta vinn minn. Af því að henni var illa við að leiða okkur að gista hjá ykkur, hvort það væri möguleika að fá bara verið í garðinum. Bara tjálta í... Það er alveg búið að taka fyrir það. Nú er búið að taka fyrir það? Algjörlega, það er bara heilu göturnar sem að banna það. Já, við ætlum ekkert að nota klóstið. Nei, það er alveg saman, þetta er bara alveg að búið að taka alveg fyrir þetta. Já, ok, Nonni félagi minn er búin að redda svona Imodium, svona stoppara. Hann er búin að redda stoppara í apótekinu, þannig að við þurfum ekkert að fara á klóstið. Það er alveg sama. Skiptir það bara engu máli? Nei, það skiptir engu máli. Ok, ætli þið að vera með svona hvítt tjald í dalnum? Nei. Ok, mér hlakkar samt til að kíkja á ykkur, ég ætla nú að hanga eitthvað með ykkur. Þú ert eitthvað að miskilja dæmið, þú ert örugglega ekki skildur ykkur, þú skildur ykkur annar unni. Já, ok, ég banka allavega upp á, það var nú gaman, þið kannski bjóða mér eitthvað lunda eða eitthvað. Lunda? Hæ? Það er ekki hægt að fá lunda í Vestmannaeyjum. Nú, hvað ætlaði að bjóða upp á? Kjötsúpu? Kjötsúpu? Við bjóðum bara ekki upp á neitt. Bjóðu ekki upp á neitt? Hvað ætlaði að borða? Ætlaði ekki að borða neitt? Jú, við ætlum að borða en ég heldur að við séum bara með eitthvað... Handa frænda? Ætlaði ekki að bjóða frænda ykkar í mat? Nei. Ok, við sjáumst á helgina. Jæja. Ok, bye. Við sjáumst helgina. Það er samt búið sko. Þetta var svo óþægilegt. Hann er búin að segja það, þú kemur ekki hingað. Nei. Það er samt að hann er að koma að banka upp á og fá lunda og svo bauð í sér, ekki? Hún er mesta keipulka ég hefur. Ég skal prófa einn hérna.
Við verðum eiginlega að lenda á einhverju manneskju sem svona... En sko málega, þetta var mjögast þetta frábært, sko. Já, það svo gaman samt að lenda á einhverju sem alveg svona 50-50 á að hleypa. Ég veit ekki alveg með það, skilju. Halló? Guðbjörg? Já. Hæ, þetta Rúnar hérna. Rúnar. Sonur Hattýjar og Kitta. Barnabarni hennar Dagbjörtar og Svenna. Vittu nú við. Langafi minn hann Sigurður Árna. Rúnar. Sem sagt, Kitti og Hatti eru foreldrar mínir og Dagbjört og Svenni. Ram og afi. Ég næði þess ekki. En ég sem sagt skildur. Já. Og ég ætlaði svona aðtöga, býrð þú ekki alltaf í Vestmannaeyjum? Jú. Já, glæsilegt. Ég ætlaði bara að tjekka við erum að koma 6 félagar og okkur vantar svo gistingu. Já, takk. Ég ætlaði svona aðtöga hvort ég mætti kíkja á frængu. Þess að ég er með fullt hús. Ertu með fullt hús? Já. Eitthvað ættingi mínu þá eða? Nei, ekki ættingja þínir. Ættingja þínir eru ættingja mínir. Já, ég er alltaf með fullt hús. Já. Eigum við þá ekki bara henda okkur í garðinn? Nei, takk. Hæ? Það er svona, nei, það er alveg búið að taka fyrir það. Við erum með 6 manna tjald. Já, þakkaði fyrir. En það ekki lagi? Nei, það er bara tjaldstæði hérna út í Herjólfsdal, þannig að það er fínt að vera þar. Já, við myndum fara þangað til að míga og skýta, en við hefum ekki sofa hjá þér. Ertu þarna, frænka? Það er ekki til að fá okkur, maður. Sem er bara skiljanlegt. Það nennir enginn að fá þetta lið í garðinu. 6 vinir að fara að míga og skýta. Nei, það er alltaf ekki að gera það. Já, varst að tala um að míga og skýta annar staðar? Já. Samt sem áður, hræðilegt. Höfnulegt. En þetta var, svona, nettur rekkur í Mundið þú vilja fá einhverja 6 manns í garðinu? Aldrei. Það færi aldrei neitt í garðinu. En ef þetta væri litli frændiðin? Bara drullið ykkur í dalinn. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Ert á hraðferð norður eða vestur frá Reykjavík? Hringdu í stöðina í Borgarnesi eftir göngin og fáðu matinn tilbúinn í bílinn í gegnum bílalúguna á stöðinni í Borgarnesi. Stöðin. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Það styttist í föstudag og við veitum öll hvað það þýðir. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Thule léttöl kynir. Úti áti í miðborg Reykjavíkur á Dillon verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Leaves, Blasrocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Gummarsson á svo mörgum öðrum. Eitt besti ferðafélagi, segja margir. iPad. Epli.is. Ert þú í fjölskyldualbúmi Prins Pólo? Prins Pólo, hluti af fjölskyldunni. Notaðu orkuna og sendu út í Viðey. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Þú fær allt sem þið vantar í útileguna í Rúmfatalagurinn. Rúmfatalagurinn aðeins ódýrari. Í dag er Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Fyrir að hlusta hér á þjóðhátíðar þátt FM 95 Blö. Við erum í beinni útsendingu frá 900 grillhús hér í Vestmannaeyjum. Það er 20. hiti og sól. Málið er, maður myndi ljúga þessu þó það væri rigning. En það er svo þægilegt að þurfi ekki að ljúga þessu. Það er geðveikt veður hérna. Það er geðveikt veður og það er mikil stemning. Við erum hérna á 900 grill og portið er tróðfullt, staðurinn er að fyllast og
Já. Það bara, ef fólk vil koma og kíkja og fá sér, besta humárborgara Evrópu eða koma og kíkja á okkur líka, það verður gaman, koma og kíkja á okkur. Já, það er að fá humárborgara hérna. Já, hann er í ruglinu líka. Hvar get ég fengið humárborgara í Reykjavík? Ég gæti óskað að þetta væri eitthvað geðveikt sjálfgert Egill, en þú getur fengið það nánast á hverjum hamborgarastað sem er. Það? Ég hef aldrei heyrt um það. Nei, ég hef aldrei heyrt humárborgara, ég er ekki ljúg. Hvar getur við ekki humárborgara? Ég hef heyrt um humárpizza en ekki humárborgara. Hvað ég svo eini sem hefur flakkað þarna á millið og fengið mér humárborgara? Hvar getur við fengið það? Ég ætla ekki að fara að auglýsa ykkur aðra staði hérna. Það er komið eins að sturgluðum staðrendum hér í FM 95 Blö. Eru þið tilbúinir, strákar? Já, ég er tilbúin sjálfur. Er ein svona fake? Ein fake? Nei, ég er hættu með það fake. Það var þetta skemmtilega leikur. Já, takk fyrir að hlusta, Steindi. Takk fyrir að hlusta sturglaða staðrendur. Við erum löngu hættum með það. Herðu, hér kemur fyrsta. Eru þið tilbúinir? Hlustendur tilbúinir? Já. Á byrju. Fólk sem fyrir út að hlaupa endist lengur í kynlífi. Þannig að nú spyr ég Steindi, ferð þú mikið út að hlaupa? Nei, ég ger það ekki. Ég ger það. Ef ég myndi tippa á hvað Steindi geta hlaupið lengi án þess að fá hjartaáfall, ég myndi setja aðlegun undir það, bara íbúðun á bílinn. Ég myndi segja að þú getur hlaupið í mesta lagi, ég er ekki ráðanlegaður. Hvað er með það? 1,5 km. 1,5? Já. Veistu það, ég geti farið út að hlaupa núna. Ég geti tekið 10 km. Áðans að vera leiður, ég er ekki eins og Gils að segja svona, þú spyr fautum allt niður, en þú ert svolítið eins og kartöflupóki sem er búið að greiða fallega. Þegiði mig, það er aðeins. Ég er fallegur innan. Já, þú ert reyndar einn besta manneska sem ég þekki. Veitu hvað er gott að kúra með mér eftir að ég er búinn að fá það eftir... Ég reyndar, ég get lofað því, ég myndi freka vilja byrja með þér heldur en Gilsaron. Ég veit. Akkur viltu byrja freka með honum en Gilsaron? Það myndi engi vilja byrja með þér. Ég myndi hjóli því one night stand, viðurkynna, Steindi, það er svona kúrari. Höldum áfram, næsta, að læra á hljóðfæri eykur greindaðarstöluðina. Ég kann á hljómborð og DJ-græður. Ég kann á gítar. Veist það Egill, það sem að þú gerir á hljómborð er eitthvað sem allir geta gert. Þú stingur því í samband. En ég kann á DJ-græður. Það er bara einn takk að það spila hljómborðið sjálf bara ekki. Þetta er svona demotakkar á þessu. Já, þetta er allt. Steindi, ekki þú kenna mér hvernig á DJ ágríns. Sko, ekki reynu það. Ég spila samt á gítar. Já, spilar á gítar. Ég spila gítar. Ok. Spilar á gítar. Þannig að, og líka sko, nú er ekki grunast, ef það eru krakkar úlingar að núti að hlusta, ég myndi hvetja krakka úlingar til þess að læra á hljóðfæri, af því að ég sé pínu eftir í dag, ég myndi ekki vera típan sem myndi mæti í partí og ríða upp gítar og segja, ekki allir til í eitthvað hérna? En gaman að kunna hljóðfæri. Hversu grútart var að kunna á píanó. Ef þú ert í partí og getur gripið í flíil. Ég hvet alla krakkar til að fara að íþróttir. Íþróttir, já líka sálsum. Svo er að næsta hljómsveitin á því Titanic. Þeir spilu þar til að skipi sökk. Þetta var ekki bara eitthvað svona, einhver flottheit í bíómyndinni. Hljómsveitin actually spilaði þar til að skipi sökk. Þetta eru hetjur. Ég held að DiCaprio var að ljúga þar í Titanic. Það var enda James Cameron sem leikstýrði myndinni. DiCaprio tók bara sinn tjekk og lék í þessu. Það var að spila fiðlu bara í kafi. Já, ég hugsaði líka bara þegar ég las þetta fyrir í dag. Þetta er að síðasta sem ég myndi gera. Ég væri fíbli, ég væri að hlaupa yfir fólk til að komast á einhvern bát. Þú vilt borga hérna einhvern smá pening fyrir að spila hérna. Þú gerir það bara handla og drefst í kafi. Sæjur sjálfa þig með Herjólfi, skipir að sökka og þú ert að spila á einhverja fiðlu bara. Ég var fyrsti maður sem Þú myndir sparka nýðræðri konu úr björgunarbátnum og taka stæðið hennar, sko. Reyndar, já, en aldrei barn eða yngri konu. Sko, þú hefur verið vitna því, ég reyndi einu svona, við vorum saman út í útlöndum og ég reyndi að bjarga litlum krakka frá drukknu. Já, þegar við vorum í Vastarinubötagarði. Reyndur það og hvað vistu stæðið? Nei, það er endar góð saga. Steindi Junior, við fórum í svona Vastarinubötagarð og við vorum 4 saman og fórum niður, sem sagt, hérna, og svo þegar við lendum, þá byrjaði einhver gaur svona að flauta. Steindi hélt að krakkinn á brautinu hliðin og var að drukkna. Sem var bæðið og með 4 kúta og var í fínulegi með hann. Já, hann var svona 5 ára Steindi, hleypur að honum, tekur hann upp eins og hann sé að bjarga honum. Herru, pappans kemur bara ræðst á hann eins og Steindi sé einhver barnavíkur. Pappans alltaf hjól í mig, allt í væri með sonans bara, ég held á sinans bara. Ástæðan fyrir að gaurinn flautaði var bara til að benda Steindi á að vera búið að opna hérna brautina. Herru, fyrir það, hver þarf að bjarga 5 ára krakka þar sem hann getur staðið upp sjálfur? Ég veit það ekki. Þetta eru bara fyrstu viðbröðin. Þetta voru mín fyrstu viðbröðin. Ég er eftir þetta einnig. Þú ert heit. Herru, svo er hér, gott kynlíf getur eitt minniðinu. Hæ? Eitt minniðinu? Já. Ég veit ekki hversu gott kynlíf það er. Ég allavega, ég man ekkert allt, en ég man slata. Nei, ég er alveg ákveð. Ég man... Þetta er greinlega ekki nógu gaman hjá mér. Hjöppi man allt. Hann man... bara... Já, Hjöppi er eins og Rainman, þú segir það. Hann var í 4. flokki, yfir fótboltaleik. Hann er nettur Rainman. Já, hvað þýðir það Hjöppa?
ég ætla ekki að segja það upp átt. Já, ok. Höldum áfram. Hér kemur einn sem að mér finnst hrikalega skemmtilega og var ánægður með því að ég er svo mikill aðdáandi Batman, eða Dark Knight. Heath Ledger leikstýrði og samdi sjálfur myndirnar, svona stuttmyndirnar sem að Jokerinn gerði í The Dark Knight. Munið ekki þegar hann var að senda svona vídeo á sjálfum sér til að segja hvað hann var að fara að gera. Já, Heath Ledger samdi þetta allt sjálfur og leikstýrði. Þannig að Christopher Nolan kom ekki nálægt í. Mér finnst gaman að lesa þetta. Mjög vel gert. Hann er meistari. Svo er það, hann var meistari. Svo er það næsta. Síminn er mun sneggri að hlaða. Já, hörðu, ég setti þessa sérstaklega fyrir þig, Egill. Því að þú er Airplane mode. Já. Kóttu með þetta. Síminn er mun sneggri að hlaðast ef þú setur hann í Airplane mode. Og nú er þjóðhátíð, já, það er verslunarmannahelgi, ef þú er að fara að hlaða. Hvað munar miklu, veistu það? Það mun að slatta. Þetta er sturlu staðrind, þetta virkar, þannig að þið sem eru að fara að hlaða, þeir eru kannski á leiðinni í dalinn, hafið bara hálftíma, hendi í Airplane mode. Já. Hlæðistraðar. Já, svo er það hér, Egill veit reyndar allt um gemsa. Hann líka hann er bara ofan í gemsanum sín. Já, ég er ofan í honum. Fólk vil frekar andlitsfríðan maka heldur en flottan líkama í langtíma sambandi. Steindi, þú getur nú, þá er ég að tala um Sigrún, hún fyrir eftir því. En Steindi sem er ekkert sérstaklega andlitsfríður og ekkert sérstaklega vel vaksin heldur. Já, ég myndi að segja, er ég ekki svona dúlla bara? Já, þetta er algjört raskat. Algjört krút. Já, mjög mikið krút. En ef ég væri, Steindi, ég er ekki ráðleðilegur. Ég er ekki ráðleðilegur. Ef ég væri núna, ég er gælla, ég er 33 ára, ég er verið á lögfræðistofu, ég er single og ég er að finna mér eitthvað fóla til að hitta. Hvernig bíl er það? Ég er á BMF. Ég er 33 ára kona. Já, ég rúla með svo 2 kúlur á mánuði. Ég er ljósarð, ég er nett Sharon Stone í Basic Instinct. Ekki eftir alveg að fara að segja hún myndi velja þig af öllum mönnum. Nei, hlusta það bara. Ekki segja það bara, ekki gera það. Það er klára söguna mína. Ég er basically Sharon Stone í Basic Instinct. Já. Þú ert síðasti gæðin sem ég myndi velja með í þú lendir í yfirheyslu og þú bara ert að gleyma. Nei, ekki síðasti gæðin, málið er, ef mér myndi láka gott kúr, þá kemur þetta í mín. Þá fer ég beint í þið, sko. En ef ég ætla að fara í eitthvað rugl, sko, þá fer ég beint í Blondell, sko. Herruðu, mér líður bara óþægilega. Höldum áfram. Ég er alltaf farin að gruna meira og meira að þið tveir séu couple of facts. Var ég búinn að segja söguna þegar ég og Blöð... Þið eru vinna okkur öðrum, eða ekki? Ég og Blöð vorum í Hvað hefur gerst á milli? Ég og Blöð vorum í amerska draumnum. Ég vaknaði með það, ég sverða, hann er allsber að labba yfir rúmið til mín að rífa svængjan að mér. Nei, ég var að labba í svefn og hann er búinn að íkja þessa sögu svo rosalega. Höldum áfram. Jarðbúar vita meira plánetuna Mars heldur en okkar eigin sjó. Hvernig finnst okkar það? Við vitum bara ekkert um sjóin. Nei, þetta er endar ömuleg staðrind. Ég ætla að halda það fram. Kengurur voru á stærð við bíla fyrir 40.000 árum. Það var endar, já, ég veist. Ágrís, já. Spáði sjá kenguru sem er bara... Kengur og stærð við Egoline, þá er þetta búið það. Já, segðu bimman þetta frutan, spáði þetta að vera bara kengura. Sem væri bara að hoppa hérna á milli. Það var svakalegt. Já, þetta er bara svona eins og risstæla. Ég smakkaði kenguru. Vá, hvað það er gott. Það er smakkað kenguru. Nei. Ég prófaði kengurukjöt. Já. Það er svakalegt. Er það gott? Já, mjög gott. Þannig að ef þið græðið cash, verið þið fyrstu gæðir sem flytja inn kengurukjöt á Ísland. Þið getur fengið á tapasparti líka bara. Okkur heldur ekki kæft. Svo kemur hér síðasta sturlaða staðrind dagsins. 90% karla viðurkenna að þeir stundi sjálfsfróun en aðeins 65% kvenna. 90%? Hvaða 10% er það sem segist ekki hrista sig? Ég þekki engan, sko. Ég hef ekki eitt félaga. Það kemur engum óvart hérna. Við skulum bara fá næsta lag. Nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got calf still. Thinking about the girl in all leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepard. 2 tattoos, 1 red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep, but we probably spend it all cause the pain ain't cheap. Þetta er No Church in the Wild
hér í FM 95 blöð, þjóðatíða þáttur beint frá 900 grillhús. No Church in the Wild. Já, Jay-Z og félagar. Rosalega nafn og leið. Já, það enda mjög gott að styttist í spurt og svarað hjá Gilsaránum. Og rita þenn spurningar. Já, það er búið að senda þér alveg rosalega mikið. Það er komið spurningar á mig og blöð, eða ekki? Já, á þig og blöð. Þú veist alveg hvað spurt og svara gengur út hjá Agli, eða ekki? Jú, þetta er bara svona fólk í gæsalöpum sem er að senda inn. Akkurat fólk í gæsalöpum sem að finnst hann bara the shit. Já, það er bara... En ekki við. Þau halda bara hann að við hengt upp tunglið. Við erum hræðilegir. En svo erum við ógeðslegir. Já. Það er bara blöð kúkur og það mun örugglega koma fram að þú set eitthvað tjöppi og... Hljóma bara mjög vel. Já, kemur ekkert óvart að... Ég trúi því að þetta sé frá hlustendum. Þetta er frá hlustendum. Já, þetta er frá hlustendum. Hann vil menna það. Við ætlum líka að heyra 2 símtölu viðbót frá okkur Steinda. Við hringdum í gær í nokkra hérna í Vestmannaeyjum og vorum svona að bettlum að fá að koma í garðinn hjá hann. Þóttumst vera fjarskildi frændur sem að vildu koma og gista. Strákar, nú erum við stattir í Vestmannaeyjum á 900 grill. Já. Öddi, segðu mér, kottu með eina reynslusu. Þú ert nú búinn að fara, þetta er 8. skipti sem þú kemur hingað. Já, ég held þetta sé 7. eða 8. þjóðatíðin. Já, 7. Það er ekkert, eins og ég sagði hann, það er ekkert skemmtilegar heldur en að vera í Vestmannaeyjum þegar það er svona veður. Já. Það er bara, við erum alveg sama hvert þú vilt fara í heiminum. Já. 2001, strákar, þá náði ég kanínu á gólvellinum. Ég setti spotta utan hálsinn á henni og drafst gæludýri mitt. Ég var að apja hann. Hvað, gæðu ykkur hann? Hann er ekki dýranið ykkur. Nei, málið er að hérna... Ég er það alls ekki, ég lofaði því. Nei, málið er að hérna... Það eru kanínur á gólvellinum, út allt. Já. Ég náði einni, og ég er mjög snöggur. Ég lepp 100 metra á 11,2. Og reglan í eigi með þannig, og nærð dýri... Já, það mátt eiga það. Já, farðu vel með það og þú mátt eiga það. Hver er besta þjóðatíðin á þér, Steindi? Sko, so far er það þessi. Já, ok, þú ert búinn að vera þetta í korter og það er... Þessu leiðilegar eru hitta búinn að vera... Þú tekist það hitti. Klukkan er núna, hún er 8 mínútur, nei, hún er 7 mínútur í 5 á föstudegi. Þú ert búinn að vera þetta í klukkutíma, þetta er besta þjóðatíðin. Svo far er það þessi, hann var að lenda fyrir korter. Ég verð að viðkynna það var fyrir 2 árum þegar ég var að skemmta þetta sjálfur. Já, það var æðislegt þegar við vorum upp á sviði og ég reif mig alveg úr á... Já, reifst þú úr, ég hrósaði fyrir það. Já, ég hrósaði fyrir það. Já, og hendur í djammi í kvöld og svona. Já, það var mjög skemmtilegt. En þetta er að slaga, þetta mun, ég veit að þetta mun verða besta þjóðatíð. Það er eitthvað svona, það er eitthvað púki í manni sem segir manni að þetta verður stórkostlegt. Menn eru með voru í punktnum og það er sól og hérna, menn eru svo líka eins og aðan, við vorum að koma á fleiri þjóðatíðlög á eftir, en lagið hans Svessa, sem að mér finnst eiginlega orðið bara eitt besta þjóðatíðlagið. Það er besta þjóðatíðlagið. Já, það sem hjartað slær. Ef að ég væri jafn góður á Svessa að syngja, þá væri ekki hægt að vera í kringum mig. Nei, þú var óþarf. Það er alltaf að syngja. Ég væri alltaf að syngja. Ég væri bara núna, ég myndi lappa bara hérna inn á 900 grillhús og segja bara, þetta er ekki allir í stemmingu, allir í þar sem hjartað slær. Þú verður óþólandi. Ég væri alltaf syngjandi. Mér finnst Svessi ekki syngja nóg. Sem betur fyrir að þú slakasti söngari sem Íslandingar eigu. Sem betur fyrir, sko. Ekkert slakasti. Þú ert mjög falskur, ekki? Virkilega slagur, sko. Nei, ég var bara svolítið erfitt með að halda laglínu. Ég er bara virkilega slagur, því miður. Egil, ég er allavega í sambandi þegar ég er að syngja eða performa. Ekki þú setja út á virtasta plötusnúrlandsins, ekki reyna það. Ekki vera leiðileg við hann. Varst að skratsa eitthvað ég er? Ég skratsaði og... Egil kann að íta á play og það er nóg. Já, veistu það, Egil er samt það lélugu DJ, hann gæti klúraði að íta á play. Það er eina sem það þarf að gera þegar hann getur. Og sér lélugu DJ og kirkji. Bara eins og kanínuna hérna 2001. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð, svo er það spurt og svarað, stuðlagið og við ætlum að heyra í tveimur í viðbútin í eigum. Við ætlum í sannleikana kontor. Já, svo er það fyrir sannleikana kontor. Það er nóg framöndan kæru, hlustendur, ekki voga ykkur að skipta stöðum. Ert þú að fara á þjóðatíð? Þá verður þú einfallega að koma við hjá okkur og smakka okkar landsfræga humarhamborgara. 900 grillhús, alltaf gott. Í dag er 10 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan, 10 krónur alveg vinstri hægri í dag. Kom eitthvað upp á? Með F+ fjölskyldutryggingu færðu aðstoð hjá Bílahjálp Vís hvenær sem er sólarringsins. Hringdu í 560 5000. Bílahjálp Vís. Taktu, bardagísinn á 150 krónur í allt sumar. Vodafone 4G háhraðanet er komið í loftið á Akureyri. Við verðum á Ráðhústorginu alla helgina frá klukkan 13 til 18. Kíktu á okkur. Öflugri samskipti, bæta lífið. Vodafone.
Ertu á hraðferð norður eða vestur frá Reykjavík? Hringdu í stöðina í Borgarnesi eftir göngin og fáðu matinn tilbúinn í bílinn í gegnum bílalúguna á stöðinni í Borgarnesi. Stöðin. Bakpokar, svepppokar, tjöld og vindsængur. Allt á einum stað. Rúmfattalagerinn aðeins ódýrari. Athugið, háu ullarsokkarnir frá Geysi koma nú í nýjum fallegum litum, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Hvernig leggst helgin í ykkur? Ekki gleyma að spila með í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, World-Class, Rocky Reykjavík, Ritz og Pizza og margt fleira. Kynntuður tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snillt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu, FM 95 Blu. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvaða er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM, topp tónlistarstöðin. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blu, á FM 957 í beinni útsendingu frá Vestmannum. Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum. Við sitjum hér 2 harðir og 1 mjúkur. Á 9. grill. Á 9. grill. Það er að segja Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior. Við fórum fyrr í dag í, svona símtöl sem að við hringdum í gær við Steindi. Þá vorum við að hringja í fólk í Vestmannum og svona byggjum að fá að koma í garðinu þeim. Bara þetta gamla klassiska, þessi lumma, má ég vera í garðinum? Fyrst alltaf má ég vera heima hér, svo í garðinum. Og við tókum með 4 svona símtöl, við skiptum þessu í 2 og við erum að spáða að leyfa ykkur að heyra hinn 2 símtölum þar sem við erum að hringja í fólki í Vestmannum og svona að bettlum að fá að gista í garðinum og þykjast vera einhverjir fjarskyldir frændur. Hlustum að það. Halló? 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 Arndís? Arndís? Já? Hæ, þetta er Anton Smári. Hæ? Þetta er Anton Smári. Ég er engu nær. Nú, þetta er litli frændi þarna vitlisingur. Hæ? Ég er sonur Biddi og Kittyar. Afi minn og amma eru Gulli og Helga. Langaði minn Finnur. Langaði minn og langaði þinnur eru frændur, sko. Ég held að það sé eitthvað farfell, skilur ég. Það er ekki hvað þú talar. Þetta ekki Kjartansdóttir? Jú. Jú, ég hef heyrt sögur af pappa hennum. Allavega, heyrðu? Já. Já, þú þekkir allt mitt fólk. Hérna, ég er á leiðin á þjóðatíð. Já. Og er ekki alltaf að vera klártur í þjóðatíð? Jú. Ertu með hvítt allt í dalnum? Ég veit ekki eins og hver það er. Hæ? Þetta er Anton frændiðinn? Já. En hvernig er það, hérna, er ekki all stóra fjölskyldur að fara að vera þarna? Jú. Nei. Nú? Hvert ætla þau að fara á Ísafjörð? Já, líklega. Ok, þau missa öllu. Herðu, ég er að spá hérna, erst þú með hvítt í dalnum? Nei. Ætlaði ekki að vera með það í ár? Nei. Voruð ekki með það í fyrra? Jú. Já, ok, hvað gerðist núna, akkur ekki núna? Já, fyrirgeðu, ég nefnir ekki það, þess ekki neitt. Hvað segirðu? Ég veit ekki hvað það er, en ekki tala fólk sem þess ekki. Þetta er sko Anton, ég er frændiðinn. Já, ég er engu nær. Sko, ég er sonur Biddi og Kitta. Langaði þinn heitir... Ég veit ekki eins og hver það eru. Sko, veistu hvað langaði þinn heitir? Já. Hvað heitir hann? Hann er þinn. Hann er Finnur, en þinn? Finnur, minn heitir ekki Finnur, þannig að þú hringir vel númerið. Nei, langaði minn heitir Finnur. Já, ekki minn. Nei, ég veit það, þeir eru ekki bræður. Þetta er ekki sami maðurinn. Þeir eru frændur. Þetta hringir ykkur á frændur sem langaði skildur. Hvað er að þér? Hæ? Já. Já, sko, mamma sagði mér bara að prófa að hringja í þig. Já, hver mamma er? Biddi. Ég þekki hann ekki. Nei, hún þekki þig. Ég veit ekki... Nei, augljóslega ekki. Ef ég þekki hann ekki, þá þekki hún mig. Allavega, það sem ég ætla að spyrja þau um. Ég ætlaði nú bara fyrst... Sko, ég veit ekki eins og hvort ég þóra að spyrja þau um það lengur. Nei. Ég ætlaði fyrst að spyrja þau þetta. En það litli frændinn Anton Smári, ég ætlaði að spyrja hvort ég mætti kannski fá að gista hjá ykkur. Já, einmitt. Nú. Ég heyri bara þér. Býtu, en af hverju væri það svona einmitt eitthvað?
Bye bye. Sko, halló? Þessi var ekki til í frændarsinn. Það er nokkuð ljóst og fólk allt í Vestmannaeyjum virðist ekki nenna að fá einhverja bara fjarskylda til sín. Nei, þetta þurfa að vera bestu vinir eða alveg náskilt, sko. Já, við skulum... Skiljanlega. Já, ég skal prófa einn hérna líka. Tjekkum aðeins á þessu. Já. Halló? Halló, er það Erna? Erna hér. Hæ, þetta er hann Kitty. Já, sæll. Hæ, hvað segirðu? Bara fínt, hvað er Kitty? Kitty Balda? Ha? Kitty Balda? Þekki ég þig? Já, þú þekkir örugglega pappa, Balda? Nei, heyrðu hérna, ég er ekki viss um það, sko. Baldur og Hatti eru foreldrar mínir, Svenni og... Ég gæti alveg trú að ég væri ekki alveg rétt að Ernan, sko. Jú, er þetta ekki Erna Jónisdóttir? Já. Já, hæ. Hæ. Herðu, ég ætlaði nú svona aðtuga, mamma sagði myndi nú ekkert kosta að tjekka á þér. Já. Þannig er mál með vext að ég er á leiðin á þjóðhátíð. Já. Já, er ekki allt orðið klárt? Hjá mér? Já. Jú, að sjálfsögðu, ég veit ennþá ekki hver þú ert, ég man ekki eftir því. Nei, Kitty... Þetta útskýra þig aðeins betur. Kitty Balda, ég er með brotta og ég er 17 ára og bara hress. Ok, þú hljómar ekki 17 ára, en hvað hérna get ég gert fyrir þig? Ég ætla að aðtuga hvort að er pláss heima hjá ykkur. Því miður, ég er bara með hérna öll herbergis tekinn. Ok, viltu þá ég fari í garðinn bara? Nei, ekki heldur, það er ekki pláss í garðinum heldur. Nú, en verðið þið með hvítt tjald í dalnum? Við erum með hvítt tjald í dalnum. Ok, æði, hvar verðið þið? Heyrðu, hérna... Hvar viltu að ég kíkja á okkur? Ég verð nú allavega að koma að heilsa upp á okkur. Já, ég þarf nú allavega að fá fyrst eitthvað deili á þér áður en að ég samþykki það, sko. Já, hvar verðið þið í hvítu tjaldunum? Ég vil þekkja fólki sem kemur heim til mín, eða í heimsótt til mín. Já, sjálfsögðu. Þetta er Kitty. Já, hvað er Kitty? Kitty Balda. Ég þekki engan Kitty Balda. Já, ok. En hvar verðið þið í hvítu tjaldunum? Ég vil ekki segja þér það fyrir ég veit hver þú ert. Ég ætla ekki að geta allt frá eitthvað, ég ætlaði bara að koma að kíkja heimsókn á... Nei, ég hef engar ágjör af því. Ég hef alveg tróðfullt tjald hjá mér og tróðfullt hús og bara rosa mikið að vera hjá mér. Æði, þá er þetta hrikalega gaman. Þannig að þú bara spyrir fólkið hvar þú finnir þessa konu sem þú ert að tala við. En viltu ekki komið þá bara til ekkert á Smáragötuna og verið samferðið eitthvað niður eftir það? Nei, ég held ekki bara. Þú ferð bara sjálfur í dalinn. Þú alveg bjargaði, það gera það allir. Já, en hvar eru þið þá í hvítu tjöldunum? Hættu þessu, hver ertu? Kitty Balda hérna. Já, ég þekki ekki Kitty Balda. Nei, hvernig væri þú að kynnast mér helgina? Nei, ég bara hef svo mikið af fólki kringum í það ekki fleiri, sko. Ég kem þá bara á Smáragötuna. Virkilega njóttu þín á þjóðatíðinni. Ég kem á Smáragötuna til ykkar. En ekki hjá mér, ha. Ég kem á Smáragötuna. Hlakka til að sjá okkur. Það verður æðislega helgi. Þá erum við búin að taka 4 símtöl. Fólk verður brjála. Já, það er ekki að fá þess að vitlýsinga. Tókum 2 fyrr í þættunum og 2 núna. Skulum segja þetta gott af þessu allavega. En við höldum áfram með þáttinn hér eftir smástund. Já, spurt og svarað eftir smástund og stuðlagið. Þannig að við ætlum að byrja á lagi sem að kemur mér í hrikalangir þegar það er sól og svona. Fáum smá Justin Bieber. Hjá Justin Bieber, það bara kemur mann í gýrin, þetta er Live My Life. Mála, þeir sem eru ennþá úti að hata á Justin Bieber, þeir verða bara viðurkenna það að Justin Bieber er bestur í öllu. Nei, hann er búinn að skána sem tónlistamæður allavega. Hann er rosalegur rappari. Já, ekki gata hann vestna. Ég er mikill Bieber-fan. Já, eru það Beliebers? Ég er bara Bieber-fan, það sé ég veit ekki með ykkur. Já, en það er hins vegar komið hér að dagskrárlið sem að ég er búinn að hræðast í allan dag og hræðist alltaf á föstudögum. Hann heitir Spurt og svarað og það er DJ Muscleboy eða Egill Einarsson sem sér þennan dagskrárlið. Og já, ég var að frétta það að einhver brjálaður aðdáandi að senda spurningu á Steindan. Hvað er að gerast, Egill? Já, Blöndal. Ég er bara að fá mikið spurningum í dag. Já, kemur ekki óvart. Það er búin að drítast inn. Frábært. Og það er erfitt fyrir mig að velja spurningar úr. Því ég er bara að fá svona að ég vil ekki íkja. Ég myndi alltaf aðstæðlega að íkja. Fyrst þú aðstæðlega að íkja? Já, ég er bara að fá 170 e-mail þetta. Ok. 170 spurningar. Já. Ég valdi 2 af 170. Rosalega erfitt fyrir að velja 2 eða ekki. Og að Sigurður. Siggi? Nei, Sigurður. Ok. Hann er ekki kallaður Siggi. Það er ekki allir kallaður Siggi sem heitir Sigurður. Herðu, haltu bara áfram með hann liðin. Vá, ætlaðu að stoppa hann. Já, og Sigurður segir Sæll man of love. Hann er mæntilega að tala við þig eða ekki. Þú ert náttúrulega man of love. Sjá hvað þú hlæðir það sjálfur.
Hann reyndi að komast í gegnum. Nei, ég sé nákvæmlega, reyndi að komast í gegnum. Ég bara strax að Sigurður er eitthvað meistar. Þú varst ekki búinn að lesa þetta yfir. Það hendi strax í Men of Love. Já, þú varst ekki búinn að lesa þetta yfir sjálf. Elskar við hennar Sigurður hérna. Sæll, Men of Love. Men of Passion. Men of Bodybuilding and Art. Ég get svo svarað. Ég veist að mér er orðið flökurt og þetta er fyrsti dagurinn í drykkju. Mér líður núna eins og mér ætti að líða á sunnudaginn. Jésús minn, almáttugur. Ok, já. Farðu í gegnum þetta. Men of Art. Ég sé þið teikna sko. Mér finnst ótrúlegt hvað þú bara ná frábæra árangur á stuttum tíma sem plötusnúður. DJ-skiptingarnir eru í ruglinu. Þetta er ekki eðlilegt. DJ-skiptingarnar, var einhver að kenna þér þetta orð bara rétt ára og komst til eiga? Nei, bara... Þetta er það sem DJ að gera, þeir skipta svona... Þeir skipta lög, það er flott. Sigurður segir hérna eitthvað. Ég var að húka bara líka þér. Ég hef aldrei heyrt það annað eins. Þú ert eitthvað virtasti DJ sem ég þekki. Hvað, þekkir hann að drengja það? Varst það að skýta aður átt að samvita? Þekkir hann að syngja eitthvað eða? Áhverju eftir þú ert að skrifa þetta? Hvað er að þér? Þetta er bara, ertu það okkur að djöfla sér eða? Jesus Christ. Ég er að fá þetta sent, þetta er heimskýrið. Já, ok. Hver er spurningin? Hann er núna, veist spyrja mig eða blöð? Veist af hvernig hann taka hann paniklátur? Hann er að hugsa spurninguna, af því að núna er hann að fatta, þetta er spurt og svarað. Herru, það þarf að vera eitthvað spurning af maður. Hver er spurningin? Var þetta ekki spurning til þín eða mín? Nei, leiðum að klára. Má ég klára? Já, virtasti DJ, sem hann veit Flotta skiptingar, ég fíl þetta. Hvað segir? Mér langar að vera DJ. Hvað segir? Hvernig get ég virtur DJ og þú? Segir hann sér. Já, segir hann, spyr hann. Nei ekki. Er það að spyrja okkur það? Ég skil ekki hennar lið. Hvernig virkar það? Ég var að segja þetta að þetta er ástæðan fyrir nenn aldrei spurt að svara. Þessi liður gengur út á það Ég hef ekki heyrt að Egill Einarsson tekur og hristir sjálfan sig í útvarpinu og rakkar mig svo niður. Ég get alveg lofað að það kemur einhver ömuleg spurning á því núna. Eigum við að svara þessu? Nei, Egill á að svara honum. Ég er bara sorry, ég skil þetta ekki. Egill, hvernig verður hann svona DJ? Siggi vill vera DJ. Hvað ætlar að segja við hann? Sigurður, ég segja að þið eru miklu meistari. Byrjaði bara að gera sem ég gerði. Byrjaði að mixa eitthvað shit heima það bara í tölvunni. Ára veist að þetta komið mix. Peldi, þú ert að tala við sjálfur í útvarpinu. Það er fólk að hlusta á þetta. Hann er að svara sjálfur sig. Herru, farðu bara í næstu spurningu, Egill. Farðu bara í næstu. Við þurfum ekki svarið þitt. Þú ert búinn að ná að hrósa sjálfur þér. Farðu í næstu spurningu. Hver er hún? Ok. Það fara mig að auðvitað. Sæll meistari Gilsi. Það kemur þessu ekki út fyrir þig. Þið látið mig hlæja, ég er að einbeita þér þetta. Hlæja hættu þessu. Ok. Mér finnst þú magnaður. Og auðvitað. Hvað ertu okkur að hláta þessi? Klára þessa fólk var að horfa á fyrir að staðnum. Við erum að 900 grill þetta beifni. Út grannur. Slaka á þetta. Út grannur og spengilegur. Samt ykkur, út ótrúlega Gilsi. Ég gleymi aldrei. Þú hleyptir þibrna steinda. Gattur, ég vissi ekki að vera það. Þú hleyptir þibrna steinda, já. Í hvað? Ég vildi að hlustandi myndi sjá þetta, hann er að lesa þetta í notes í símanu sínu. Hann er í gemsanum sínu. Ok, þú hleyptir þibrna steinda. Í hvað? Wow. Klára þetta? Já. Ég gleymi aldrei þú hleyptir þibrnasteinda í partítjaldið í eiga þáttunum í mannasíðadóttunum. Það var enda grjótast aðrið. Steindi stóð þar, þunnharður, þibbinn. Þunnharður? Hvutastu vangi? Hvað er það að blanda okkur steinda saman í eitt mannuna? Þunnharður og þibbinn og... Já, þunnharður, þibbinn með allt niður þig og ágast að vera almennlegur og þú ágast að hleypa honum inn. Þar sýndur þú hvers konar mannverð að þú ert, Gilsari. Mín spurning er til Steinda, hvernig leiði þér þegar Gilshöfðinginn hleyptir inn í partítjaldið? Hvernig leiði það, Steindi? Vá, ég trú ekki sér að taka þátt í þessu. Mér finnst þess að ég sé að vera heimskara með hverju einustu sekundu þessu. Þá veistu hvernig líður alla föstudag. Býttu bara, við höfum eins eftir að fara í stuðla. Ég er farin að bara... Mér er farin að finnast eitthvað aðstæðanlegt það fyndið og ég er farin að vera heimskur. Herðu, hérna... Hvernig leiður þú fyrst að fara í tjaldið? Það er einhver Siggi að spyrja. Já, Siggi,
góð spurning og já, mér leið bara mjög vel þegar ég var að leika í sjónvarpsþætti og ég lappaði þarna á setti inn í tjald. Það var alveg æðisleg tilfinning. Glæsilegt. Jesus, hvað Þetta er ótrúlegt að þetta sé í loftinu núna. Ég veit, við skulum bara henda okkur hér í, þetta var spurt og svarað, förum í örstuð skilaboð og svona reynum að ná áttum aftur. Hvað er að gerast hérna? Þegar við bræðarnir vorum í körfu þegar við vorum litlir, þá vildi ég alltaf vera Larry Bird. En litli bróðir minn hins vegar vildi alltaf vera Michael Jackson. Auðvitað vissi hann að vera að meina Michael Jordan. En ég vildi bara ekkert vera eðilegja stemninguna með að vera leiðréttan. Svo fannst mér líka bara svo óendilega að finna að ímynda mér að vera að spila mótið Michael Jackson. Verð í sterkara sambandi við fjölskyldu og vini með Snjallpakka á stærsta farsímanætti landsins. Síminn. Þjóðhátíðargestir athugið. 900 grillhús opið alla helgina. 900 grillhús, alltaf gott. Lífið er best þegar það er keyrt áfram af ástríðu. Fiat 500, smábíllinn sem kveikir í þér. Diesel.is og bílalíf Kletthálsi. Opnaðu eina kalda með félagunum. Súkkulaðimjólk frá MS. Verslunar og þjónustuaðilar, sýnið ábyrgð og stöðvið verðhækkanir. Það gagnast okkur öllum. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur. Ullarteppi, ullarsokkar, húfur og vettlingar, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Laugardagar eru lottódagar. Leyfðu þér smá lottó. Naturfrisk Engifjöröl. Skynsamur góðstrykkur. Útsalan er hafin í Intersport. 30, 40, 50, 60% afsláttur. Intersport, alvöru sport. Í dag er Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þetta er Avicii hér með Wake Me Up og er sennilega orðið eitt vinsalasta lag landsins. Allavega heyrum að þetta í mörgum auglýsingum og öðru. Avicii. En við ætlum hins vegar að fara núna í dagskrálið hér í FM 95 Blö sem að heitir, sannleikan eða kontor og Steindi, þetta er svolítið tengt þér. Já, við þurfum svolítið að útskýra þetta fyrir hlustendum af því að það eru margir sem hafa kannski ekki spilað þennan leik eða farið í þennan leik. Kannski séð að það voru svona 14 ára gamlir. Er þessi leikur dauður í dag hjólingum? Ég var mikið í þessu sem krakki. Þetta er bara, nei, alls ekki. Þetta er sannleikan eða kontor. Já. Og þú fær bara valmöguleika. Ef þú segir kontor. Maður er alltaf að segja sannleikan. Þá þarf það að gera eitthvað. Já. En sem er svona leiðilegt í útvarpi því að það sér það enginn. Já. En ef þú segir sannleikan, þá spyr ég þig spurningu. Og þú verður að segja sannleikan. Já, þú verður bara sama hversu óþægileg spurningin er, þú verður að segja sannleikan. Þú ert bara að sverja það. Þú verður bara að sverja það. Og við höfum farið nokkur sem í þetta þegar Steindi er hjá mig sem gestastjórnandi, þannig að við ætlum bara. Mér er bara svo gaman að mér er svo skemmtilegt að fólk fær óvænt á sig spurningu. Já. Og þá bara, það er alltaf skemmtilegast. Þá kemur bara eitthvað kjaftaði. Ég hræðist þetta en ég er til í þetta. Egill, ert þú til? Ég er klár. Þú ert klár? Við þurfum ákveða svolítið strákar. Við þurfum ákveða hver byrjar. Ok, ég ætla ekki að gera það, ég skal bara. Ég skal byrja. Ok, Gilsan spyr mig. Tökum bara sólarhringinn. Gilsan spyr mig, ég spyr mig. Mín spurning er Auður Blöndal. Ok. Blöðmasín, Auður Blöndal. Já. Hefur þú einhvern tímann verið með buxurnar á hælunum í brekkunni Eyjum í sleik? Buxurnar, hvað er þetta eitthvað? Hvað er þetta? Standi bara á narjónum í sleiki upp í brekku? Svo aðsnæri spurning. Þetta er enda samt góð spurning. Hefur þú farið í sleik í dalnum? Það er ekki, það er alltaf annað að spyrja hvort sem er bæði og vegi ömulegt að tala að fara í sleik þegar maður er 33 ára gamall í beinni útsendingu frá Vestmannaeyjum. Það er bara ógeðsleg. En, ok, ég hef aldrei farið í sleik í dalnum með buxurnar á hælunum, nei. Það er bara hefur ekki gert. Ég hef aldrei séð í sleik, Ötti. Nei, finnst þér það ekki bara ágætt? Ég get vott á það, Ötti er mjög góð í sleik.
Þú getur vottað. Rugglaður. Já, það er mjög góður sleik. Þú getur kveitað undir það. Það er mjög góður sleik. Skjaldfest, hinglist. Já, hann er besti vinur minn í sleik, sé það ekki. Já, einmitt. Þegar við prófaði að kissa svona og vera að skoða. Ég bara sé hann í sleik, hann er mjög góður sleik. Ég hef aldrei kysst Egil og hann hefur aldrei séð mig í sleik. Ég hægt að tala um eitthvað annað. Ég ætla að spyrja Steinda. Þú ert að svara? Já, ég svara. Ég hef aldrei farið í sleik í brekkunni með buxurnar á hælunum. Hefur aldrei farið í sleik í brekkunni? Jú, en ekki með buxurnar á hælunum. En þú hefur farið í sleik í brekkunni? Ég hef verið hérna með fyrirhandi kærustu minni. Jú, ég hef alveg tekið... Ekki með buxurnar á hælunum? Ég hef alveg tekið franskan koss í dalnum. Skal viðurkenna það. Já, það hljóma strax betur heldur en að tala hérna við erum allir fertur að tala um þessum í sleik á þjóðhátíð. Ég er 29 ára gammal og ég sé að það er erfitt fyrir að tala um þetta þannig að þú mátt spyrja frá. Já, þetta er bara óþægilegt. Herðu, fáum bara næstu. Hvað er svona sleik í dalnum? Herðu, maður er að snöggsveita þetta. Já, ég líka, sérðu það. Þetta er veistu hvað þetta er? Já. Óþægindasviti. Ég veit það. Steindi Junior. Ok, ég ætla að spyrja þig. Ok, eitthvað sem ég langar að vita. Já, kottu það bara með. Ég ætla að henda á þig og ég ætla að reyna að orða þetta svona pínupent. Hvað er hérna, þú ert náttúrulega í sambandi núna. Núna, ég er búinn að vera í sambandi 5 ár. Já, ég er að segja það, þú ert í sambandi. Já, ekkert eitthvað núna, bara þessa helgi. Ég er ekki búinn að vera með stelpu bara í mánuð svona, ég er bara mættur í pakkan. Já, ok, þið eru búinn að saman hvað, í 5 ár? Já. Já, og ég er svona pínu forvitin, ég ætla bara að spyrja það einhverju sem ég langar actually að vita. Hvað er langt síðan að hérna, að gamli var Lucky? Gamli var Lucky? Já. Hvað erstu ekki á vangi við? Nei. Langaði virkilega mikið að vita þetta. Hvernig gamli var Lucky? Nei, bara þú ert búinn að vera í 5 ára sambandi og svona, bara mér ákvað að vita hvernig gengur það? Jesus Christ, maður. Hvað er það langt síðan? Vá. Það var ekki gær því að hún fóð með Herjólfur klukkan 6 í morgun. Ég stakk upp á sannleikana að kontóri þetta. Ég held að við varum að fara að vera eitthvað fyndir. Hvernig varstu Lucky? Hvað þetta er óþægilegt, maður. Hvað er... Já, ég get alveg sagt. Ég meina, þú ert að hugsa svo rosalega, er þetta eitthvað rosalega langt síðan? Já, nei. Ég veit það ekki. Veistu það ekki? Nei, þetta er kannski svona 2-3 dagar. 2-3 dagar? 2-4. Ég veit þetta óþægilegt. Herri, ég nenni þess ekki. Þetta er alveg glata. Spyr, ok, þú átt næstu spurningu. Ok, ég ætla 2-4. að vera svolítið í takt við ykkur. Það er sleikur og hvernig varstu Lucky. Egil Einarsson, ég ætla að spyrja þig. Hvernig skeistu seinast í þig? Hvernig skeistu bara í þig? Hvernig kúkaður í buxurnar seinast? Í fyrra, hitt í fyrra? Hvernig skeit ég? Já, bara hvernig skeistu í þig? Hvernig fattar það bara, fuck, ég skeit í mig. Ég þarf að hlaupa heim til mig núna og henda Narionum að leiðinu helst. Hvað, þetta var rugglaður? Það er náttúrulega væntanlega bara sem að krakki, en það er alltaf að mála að tala um það. 2009. 2009? Hvað varst að gera? Skeit í mig þá. Skeist í þig 2009? Hvað þá bara í lífunu eða? Nei, ég var að beigja hrikalega, sko. Ég var ekki bara að maxi hnepuðin einhverja 2-3 mánuði. Hvað erst að segja okkur? Skeist í þig 2009? Ég veit ekki hvort það verra svarið eða spurningin var. Herru, hættum ég sem ógeðslega leik. Fáum hérna næsta lag. Það heitir Andir og er með DJ Muscleboy. Þetta er komið út í ruggleina þá. Skist í þig 2009? Ástin er með lífið og því fær enginn breytt. Ég elska þig svo lengi og alltaf jafn heitt. En núna ertu Borgkynir. Innibúkinn 2013 á Factory verslunarmannahelgina. Botleðja, Stíflord, Geiri Sæm, Valdimar, Agent Fresco og margir fleiri. Miðasala á miði.is. Síðasti stimpillinn er bara byrjunin. Skilaðu vegabrifinu á næstu þjónustustöð N1 þegar það fyllist. Tenerife og hellingur af frábærum vinningum í pottinum. N1, meira í leiðinni. Gerðu góða ferð í 10-11 í ágúst. Sunlolly 349 krónur. Florence flögur 149 krónur. Mountain Dew 99 krónur. Appelsínutrópi 179 krónur. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Óskaplega er eitthvað dásamlega milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Thule léttöl kynnir. Úti átíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Leaves, Blasrocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Guðmundsson ásamt mörgum öðrum. Herra Hafnarfjörður, verslunarmannahelgafötin eru komin. Í dag er Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía.
FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Fyrir að hlusta hér á þjóðhátíða þátt FM 95 Blö í beinni útsendingu frá 900 grillhús hér í Vestmannaeyjum. 17 stiga hiti, glampandi sól og já, þetta gæti ekkert verið mikið betra. Þetta var Frikki Dór með maður ársins. Ég sveimi þá ef að Frikki Dór ekki bara eitt besti söngvar Íslands. Það segja reitt hérna. Ég held alltaf með Frikka. Já, ég líka. Frikki sko, það fáið komið mér jafn mikið óvart á Frikki Dór. Þegar ég kynntist honum, allt öðru sem náðum ekki hélt hann væri og toppmaður. Veistu hvaða lag eitt upp á slæmið núna? Leiðarlok. Glaðasti hundur í heimi. Já, glaðasti hundur í heimi. Ég held að setja það. Glaðasti hundur í heimi. Lífið hendi. Og það segir ykkur eitt að fyrir mig, ég hérna gaf út lag í fyrradag með mér og Sverrir Bergman, Örðu, og Frikki Dór hendi í tvitt og hann sagði bara einna gilsari, frábært lag, út meistari og að fá hrós frá svona virtum tónlistamanni eins og Frikka D. Það ekki máli, ef þú myndir senda mig núna, Steindi, frábært lag frá þér með skýt sama. Nei, ég veit það Ísa. En King Frikki Dór. Þú tala um hann sem hefur dælt út hittir. Já, ég meina, það er málið, þú ert skýt. Og þátt ekki eins og því, það er Sverrir Bergman. Já, ég veit það, en þú ert samt skýtandi og mígandi í því alltaf daga. Sko, Frikki D. Gaf mér hrós. One hell of a man. Hann tók glaðasta hund í heimi. En ég ætla að spyrja ykkur núna strákar, af því að nú erum við á þjóðhátíð í Eyjum og þetta er svona aðalhelgi, þetta er aðalstaðin til að vera á þessa helgi. Já, bara árinu. Já, árinu, svona vinsalasta. Gætu þið hugsað ykkur að halda ykkar eigin útihátíð? Hvar myndu þið halda hana og hvað myndi hún heita? Því ég er búinn að hugsa þetta eins. Af hverju er ekki hægt að halda ykkur útihátíð á Sauðárkróki Verslunarhelgina? Við erum með þarna, sko, það er þetta að vera bara í grænu hliðinni. Þvílík stemming. Ég myndi að kalla þetta blöðhátíðina. Nei, ég alveg tala. Skaffi sveifla. Hæ? Skaffi sveifla. Skaffi sveifla? Nei, þá myndir þetta bara nýrætt fólk. Blöð. Ég veit ekki. En þegar þú heldur blöðhátíðina, ég er akkurat að skila spólu á sama tíma. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að mæta. Ég veit ekki líka. En málið er hérna... Hvað myndið þið halda hátíðina eitthvað? Myndir þið alveg kalla hana blöðhátíðina? Nei, ég var bara að grínast. Blöðhátíðina. Já, þið eru komin á blöðhátíðina á Sauðárkróki. Það er ekki hægt að stela þjóðhátíð. Ég meina, hvað ætti maður að skýra þetta? Þú veist, bara skál og syngja. Ég myndi halda mína útihátíð í Mosfellsbæ. Útihátíð í Mosfellsbæ? Engin mæta á útihátíð. Já, ok, þannig að maður bara tala um konu, hendi sér á Kentucky og svo ertu mætur á útihátíð. Já, og svo bara, nei, og ef þú þarft að skjótast í bæinn, bara skila spólu eitthvað. Hvað heitir hún? Þá getur... Já, þú ert actually að skila spólu og þú ert stattur á okkur útihátíð. Já. Og þú fattar það ekki eins. Hvað heitir útihátíðin? Útihátíðin myndi að heita Allur skítur leiður. Allur skítur leiður? Hvaða svora lið myndi mæta á hátíð? Þú getur ekki haft útihátíð. Hvað þá búið að segja mér að það var allur skítur leiður hérna? Þú getur ekki haft útihátíð, það er skítur í nafninu. Ekki lagi með þið? Ég reyndi að vera að samla að gera saman manna. En þetta er það? Hvað myndir þú gera ekki? Þú er í Kópavoginum, það sem þú hóstu upp. Málið, þú býr í Mosfellsbæ. Þú myndir halda þetta fyrir utan Nóa til í Hamraborginni. Ég er ekki náttúrulega leiðilegur, Steindi. Myndir þín verið í Kópavogi, Egill? Nei, bara hann býr í Mosfellsbæ. Gunnar Birgisson verið svona heiðursgestur. Og ég er ekki leiðilegur þig heldur, en þú ert á Sauðárkróki, sko. Já, þú getur ekkert leiðilegur. Ég er að tala við tvo gæja þetta. Annar er frá Mosfellsbæ og hinn er frá Sauðárkróki, sko. Já. Sko. Það er stemning hér í húsinu. Það er fyll í betta komin þetta. Sko, það sé að segja við ykkur, eini staðinu fyrir okkur Kópavogsbúa að hafa partí var á Kópavogshælinu. Ok. Og ég er ekki að fara að hendi útihátíð það, því miður. Nei. Þannig að, sko, Kópavogur er bara svona staður fyrir art og fashion. Þetta er ekki fyrir ykkur fylliríshátíðir, sko. Art og fashion. Art og fashion. Hvað ertu bara að drekka í dag? Bensín eða? Nefnd okkur eitt dæmi. Hvað er það að tala um, Steindi? Ok, hvaða list er í Kópavogi? Þú skýttu í því útihátíðinni Mosfellsbæ? Nei, allir skýtur leiður. Allir skýtur leiður. Það er komið að skýttu í því útihátíðinni. Það er þú að segja með blöðhátíðina þína á Sauðárkróki. Hún heitir ekki blöð. Það mætir enginn á hana. Enginn. Hún heitir Skál og syngja. Skál og syngja? Vá. Það er enginn að mæta Skál og syngja. Ok, hvar væri það útihátíðin? Og hvað heitir þín útihátíð? Það er ekki útihátíð í Kópavogi, það er ekki að ná þessu. Þetta er Town of Fashion. Já, en hvar myndir það halda hana? Upp í raskatina þér, ég veit það ekki. Ég er ekki að halda útihátíð, næður þessu ekki það. Nei, við erum að... Nei, þetta var bara svona hypotherapy. Hvað er þetta að geða ykkur? Við erum að tala um ef þú myndir halda úti. Já, ég skýttu í því hátíðinni í Mosfellsbæ. Það er hugmynd. Við höfum ekki heyrt þína. Gast ekki fundið betra nafn? Við höfum ekki heyrt þitt nafn. Sko, strákar, þú ferðið þjóðhátíð í Verslunarhelgina
Síðan ertu bara í Town of Fashion hérna helgarnar árinu. Já, herru, þetta var frábær lokapunktur. Ég þakka Guð fyrir að þetta sé verið að búa hérna hjá okkur. Við ætlum að fá áður að fá stuðlagi. Ef þú kíkir á Allir skýtur Leifur-hátíðin í Mosfellsbæ, þá ætla ég að koma og kíkja á þína hátíð. Ok, en það er eitt sem ég veit. Ef ég kíkja á Allir skýtur Leifur í Mosfellsbæ. Já, með litla frændaðinum. Já, þá kem ég lofa því að þetta lag verður fyrsta lagi sem ég heyri. Það er Jammi kvöld. Það er Jammi kvöld og það er Jam á morgun og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Jammi kvöld, Jammi kvöld, Jammi, Jammi, Jammi kvöld og hinn 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 og hinn. Hinn. Hei, er þetta eftir að jamma? Það er Jammi kvöld, syngur Steindi Junior sem situr mitt hér beint á móti. Og það er Jam morgun. Herru, þetta er... Og hinn. Já, þetta lag á svolítið vel við þurfum á þjóðatíð á föstudegi. Já, við þurfum aðeins að rifja þetta upp, strákar. Við erum komnir á þjóðatíð. Ég sagði á hann að þetta á eftir að vera mín besta þjóðatíð. Já, það er erfitt að toppa þjóðatíð þegar það er svona viður. Þegar það er svona viður og þegar það er svona góður andi og... 29. hitti og logg. Já, það er bara stemmingin núna. Segðu eitthvað sem að, þú þarft ekki að ljúga þig. Það er ekki 29. hitti, það er 16. hitti og glampandi svo. Já, það er æðislegt viður hérna. Það er bara þannig, við ætlum að enda þetta á stuðlagi dagsins. Yes. Og já... Það er nú vel við hæfi, það er vel hefnað stuðlagaball. Getið spurt mig Húkaraballi hefnaðist vel í gær. Að spurja mig hvenær var fjölmennara húkaraballin í gær? Ég skal taka þetta, hvenær er fjölmennasta húkaraballið? Það var í gær. Það var í gær, ok, frábært. Hvað ætlar að hendi hérna fyrir okkur í lokin til þess að koma ég ætla að vinna með meistara. Hefur þú hlustað á þessi stuðlög, Steindi? Hvað segir þið? Hefur þú hlustað á stuðlögin hjá honum? Já, ég hef heyrt nokkur. Já, hvernig finnst þér? Ég verð að viðurkenna, ég er ekki mikill aðdáandi, en ég hef samt tröllatrú á Gilsanum og hef alltaf haft. Ertu ekki mikill Ég veit að hann er að fara að koma með eitthvað núna. Já, komdu með eitthvað gott, kemur öllum í gíri fyrir þjóðatíð. Ekki basshunter og ekki skúter, eitthvað nýtt. Hvað eru að tala um, Egill? Basshunter? Alltaf það er ekki basshunter. Kannski ekki sagt eitthvað annað en basshunter. Ég veit ekki hvað þið er að fara að spila. Ég er ekki án lögulegur, Steindi, en þú ert ekki standaðið vel þar. Kannski ekki sagt eitthvað annað en basshunter. Loksins þegar það er ekki skúter, þá eru það akkurat hitt fíblið, basshunter. Sættu við það, ég er virtasti DJ landsins í dag. Já, ég er mjög sáttu við það, en ég náttúrulega veit ekki hvað lag þú varst búinn að velja. Hvað lag ætlar að setja á? Dota, ok. Dota. D-O-T-Z-A, Dota. Heyrum þetta aðeins, nú er ég ekki með tölvuna hérna fyrir framan, menn ég sé ekki vídeoinn. Settum aðeins á sig. Þetta er stuðlagdagsins Dota hér með Basshunter. Steindi var að veifa svona hendinni fyrir fram að hálsinn allan tíma sem það var á, bara hættu. Ég gískaði satt óvart á þetta, ég vissi ekkert að það væri Basshunter eða skúter. Nei, þú vissir ekkert hvað að vera í gangi. Það er kannski ekki meira til. Þú ert allt niður úr Steindi. Því miður. Hvað hétt áttur þetta lagið? Dota. Dota, frábært lag frá Basshunter. Þetta var stuðlagdagsins. Það er eins og að komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Við erum búin að vera með okkur síðan 4 í dag í beinni útsendingu frá 900 grillhús. Þökkum þeim kærlega fyrir. Og sjálfsögðu hvetjum við alla til þess að draktast til Vestmannaeyja. Svona grínlaust, það er stórkostlegur matur hérna á 900 grillhús. Og humarborgarinn. The Hammerburger. Svo er bara port hérna sem getur setið í sólinni og sjálfsögðu allir að drulla sér til eiga. Ef þú ert heima þig núna eða í bílnum á rúndunum og hugsa að ég á maður að kíkja, drífðu þið yfir, ég skal lofa þér og sér ekki eftir því. Það er enda að vera að fljúga með Eyjaflugi og það er einhver sæti laus þar, þannig að hendið ykkur á þjóðhátíð kæru hlustendur. Þetta voru mjög gaman árið með ykkur. Við hringdum í fólk í Vestmannaeyjum, vildum tjaldigarði, spurt og svara, það var mjög skemmtilegt, sannleikurinn á kontor. Það er búið að vera hellingur að vera að taka æðislega fyrir hlustunum í dag. Við heyrumst á þriðjudaginn, þá verður Sveppin endur ekki með mér, Steindi Junior verður með mér á þriðjudaginn. Næstu 3 vikurnar? Já, næstu 3 vikurnar, ætla að leysa Sveppin af sem er farin í smá frí. En Egill, takk fyrir daginn, Steindi, takk fyrir daginn og sérstaklega þið, kæru hlustendur, takk fyrir að nenna að hlusta á þessa vitleysu. Við skulum enda þetta lagi sem ætti nú að draga einhverja til eyja. Ertu á hraðferð norður eða vestur frá Reykjavík? Hringdu í stöðina í Borgarnesi eftir göngin og fáðu matinn tilbúinn í bílinn í gegnum bílalúguna á stöðinni í Borgarnesi. Stöðin. Kom eitthvað upp á? Með F+ fjölskyldutryggingu færðu aðstoð hjá Bílahjálpu Vís hvenær sem er sólarhringsins. Hringdu í 560 5000.
Bílahjálp Vís. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þjóðhátíðagestir athugið. Hamborgarar, humarhamborgarar, pizzur og margt fleira. 900 grillhús. Vodafone 4G háhraðanet komið í loftið á Akureyri. Við verðum á Ráðhústorginu alla helgina frá klukkan 13 til 18. Kíktu á okkur. Öflugri samskipti, bæta lífið. Vodafone. Herra Hafnarfjörður, verslunarmannahelgafötin eru komin. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Stærsti viðburður í íslenskri hestamennsku. Heimsmeistaramót íslenska hestsins í beinni frá Berlín. Allir dagarnir í beinni útsendingu frá morgni til kvölds. Sjáðu flottustu fáka landsins keppa á glæsilegu móti. Íslenskir hestar frá 15 löndum taka þátt í mótinu og þú getur fylgst með því frá upphafi til enda á Stöð 2 Sport. Eitthvað sem engin hestamaður má láta framhjá sér fara. Heimsmeistaramót íslenska hestsins á Stöð 2 Sport. Fáðu þér áskrift í síma 512.